Kennslustundir eru verkefnaform sem hefur reynst mér mjög vel í Moodle og þar færast nemendur af einu borði á annað, ef maður getur sagt sem svo, og grípið þá til svona sama sömu hugmyndafræði og í tölvuleikjum. Við skulum kíkja á eitt stutt svona verkefni. Þá byrjum við á því að fá hér verkefni. Norður-Ameríka er þriðja stærsta heimsálfan og bla bla bla. Og það er spurt hvort ég vilji byrja á verkefninu. Jú, ég vil byrja á verkefninu og þetta lítur eins út nema náttúrulega ekki þessir flipar hjá nemendum. Svona lítur þetta út fyrir nemendum. Meginland Norður-Ameríku skiptist í 4 landsvæði, parið saman númer 1 og 4 og rétt svör. Farið einnig nafn skagana sem eru merktir 5 og 7. Hérna er kort með því og númer 1 er hvað? Númer 1 myndi vera Appalachíafjöll og númer 2 hér á vesturströndinni, þá myndi það vera hvað? Myndi vera vesturfjallgarðarnir og númer 3 eigum við að taka sénsinn á að 3 séu slétturnar miklu og númer 7 hérna á vesturströndinni er Kaliforníuskagi og við skulum gáða því hvort að við séum ekki með þetta rétt. Jú, allt saman rétt og við getum haldið áfram á næsta borð. Og þá þurfum við að para saman lönd og númer og við skulum byrja á landi númer 1. Og er það ekki Kanada? Land númer 2 myndi vera Grænland og land númer 6 að það sé Kanada. Sjá nú, nei, þetta var ekki rétt. Ég gerði einhver mistök og ég vil aðra tilraun en við hana þá er þetta þannig stillt að einkunnin lækkar. Og ef við förum nú aftur og gerum aðra tilraun og sjáum hér Kanada og númer 5 er Kúba og númer 6 ætti að vera Bandaríkin. Ef að vita hvað gerist, það er spennan sem að krakkarnir upplifa, er þetta rétt hjá mér eða ekki? Svarið kemur strax og það er mjög mikilvægt og þeim finnst það mjög gott að fá einkunnina leið og verkefnið er búið og við höldum áfram. Og hvað gerist? Okkur er boðið að skoða einkunnina og þetta gera við leið og þetta er búið. Og nú er kannski rétt að ég sýni ykkur hvernig við búum svona verkefni til. Nú skulum við aðeins huga því hvernig við búum til kennslustund. Þá förum við í viðföng og finnum kennslustund hérna, smellum á hana og eins og alltaf í Moodle, við skulum byrja því að opna allt bara hérna, að þá þurfum við að gefa henni nafn og við köllum hana bara kennslustund. Kennslustund. Hér getum við sett einhverja mynd eða eitthvað slíkt, við ætlum ekki að gera það, við breytum ekki neinum stillingum hérna, við viljum ekki framvindastykur, stígakjöf, valseiði, ekki glærisýningu, en við viljum hafa fjölda greina eða svara, við skulum segja að við skulum hafa það 8, þetta er sem sagt ef við erum með fjölvalspurningar eða eitthvað slíkt, þá er þetta fjöldi mögulegra svara. Og við ætlum ekki að birta sjálf eða endurgefa þessu, við skulum bara koma þessu af stað eins og fljótt og hægt er. Hérna viljum við hafa kannski einhverjina hafa hana bara afstreiknum 10. Þetta er óflokkað, við hugsaum ekki um þetta. En við förum hingað og segjum vista og birta. Og þá erum við komin hingað og í rauninni byrjuð að búa til kennslustundina. Hér er ýmsu að velja, við skulum byrja á megin síðu. Það er fyrsta síðan sem að nemandinn fer inn á. Titill síðunar er bara, ég skulum bara kalla það upp af kennslustundarúna fyrir okkur og sett einhver fyrirmæli til nemendana að lesa vel og vera búin að gera þetta og hitt áður en að byrja.
Og hér kemur í rauninni fyrsta spurningin. Hún gæti verið: ég búinn að lesa kaflann í bókinni og byrja á verkefninu. Hér höfum við bara módul sjálfgefið svið, en við viljum að nemandinn fari á næstu síðu. Hérna, og þá segjum við að það sem gerist þegar hann smellir á hnappinn að fara á næstu síðu. Gott og vel, og við vistum þessa síðu hérna. Og þá kemur að því sem við gerum næst, og hér gætum við flutt inn spurningar. Ef við ættum spurningar til dæmis í spurningabanka, krossaspurningar úr kaflanum sem við erum að fjalla eins og þetta væri Bandaríkin, þá gætum við fluttar út úr spurningabankanum og flutta svo inn þarna og koma þær. En við getum líka búið til nýja spurningasíðu, ef við gerum það bara hér til að hafa þetta einfalt, ný spurningasíða. Og við ætlum að hafa það fjölvaldsspurningu og við segjum ný spurningasíða og titill síðunar, við skulum bara kalla hana eins og við vorum að tala um Norður-Ameríku, þá skulum við bara segja hérna Norður-Ameríka. Við erum ekki rétt að hafa bandstrik og síðan komum við með hérna spurningarnar. Hvað, eða við getum, af því að það hefur reynst mér betur í þessu, þá segjum við hér koma nokkrar fullyrðingar Bandaríkin og við viljum hafa mörg svör. Og fyrsta svarið hérna fullyrðingin höfuðborg Bandaríkjanna heitir New York. Og svarið þurfum við reyndar ekki að gera, en þetta ekki rétt svar. Þannig að hér veljum við að hann hoppi ekki neitt, heldur verði áfram á þessari síðu ef hann hefur hakað þarna við og stigið 0. Svo getum við komið aftur með þetta. Höfuðborg Bandaríkjanna heitir Washington og við þurfum ekki að hugsa þetta og þá það sem að fyrir rétt svar hérna, þá hoppar hann á næstu síðu og fær 1 stig fyrir hana og við búum til þriðju spurninguna og hún gæti verið, já, hvað svo sem við viljum. Stóra eplið annað heiti á New York og við viljum að það sé rétt svar, það rétt stig fyrir og við getum þess vegna búið til eitthvað meira en við látum þetta duga og við vistum síðan að þá erum við búin að búa til
krossaspurningu sem með nokkrum réttum möguleikum og reyndar hef ég gert þau mistök að færa þetta, það var sem sagt þetta ekki alveg rétt, heldur að hafa fyrstu síðuna og þá því sjá að ég flutta hana með því að smella hérna, það er upphaf kennslustundarinnar að vera fyrst, síðan kemur Norður-Ameríka og það sem ég ætla að gera núna er það að ég ætla að bæta við greinarlokum. Þetta er mjög nauðsynlegt, annars halda krakkarnir áfram í vítahring. Bæta við greinarlokum og greinarlokin eru komin hérna og það sem við þurfum að gera í greinarlokum er að við þurfum að fara og lagfæra þau hérna, förum í greinarlok, spurningamerkið og við viljum að hann hoppi ekki upp af kennslustundarinnar aftur, heldur veljum við kennslustundar lokið, vista síðu. Gott og vel, þá er þetta komið. Við skulum tékka okkur af, fara í forskoða. Þá sjáum við, ég er búinn að lesa og ég vil byrja upp af kennslustundar. Spurningin okkar, hér koma nokkrar fullyrðingar um Bandaríkin. Höfuðborg Bandaríkjanna heitir New York, það er ekki rétt. Stóra eplið er annað heita New York, já. Höfuðborg Bandaríkjanna heitir New York, það eru 2 af þessum. Við sjáum að það er kassi hérna eða ferningur og við sendum. Og til hamingju, þú hefur komist á enda þessar kennslustundar og þú smellir á birta einkunnir, þá færðu fyrir þetta. Þetta sé nemandinn og þá sér hann hvað hann fær fyrir kennslustundina. Þetta er náttúrulega galdurinn við kennslustundir og eins og ég sagði í byrjun, þá hefur þetta reynst mér mjög vel